Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí. Við erum á Ísafirði, stærsta þéttbýlinu í Ísafjarðarbæ. Í sveitarfélaginu öllu búa rúmlega 4.000 manns, þar af tæplega 3.000 hér á Ísafirði. Innan sveitarfélagsins eru þó fleiri byggðakjarnar, Þingeyri, Flateyri, Suðureyri og Hnífsdalur. Ég heiti Greta Sigríður Einarsdóttir og stýri umræðunum ásamt Ólöfu Rún Erlendsdóttur. Í sveitarstjórn sitja 9 fulltrúar, í síðustu kosningum hlaut Ísafjarðarlistinn flest atkvæði og 5 kjörna fulltrúa. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur fengu 2 fulltrúa hvor en Píratar sem einnig voru í framboði fengu engan. Í þetta skipti bjóða 5 listar fram til sveitarstjórnarkosninga. Það eru Framsóknarflokkur, Viðreisn, Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Samfylking. Við ætlum að bjóða oddvitum þessara flokka að kynna sig. Byrjum kannski hérna bara á mér á vinstri hönd, fjærst. Já, komið sæl, ég heiti Kristján Þór Kristjánsson og er frá Framsókn og Óháðum. Já, komið það, Sævar Óli Hjörvarsson heiti ég frá Miðflokknum. Jónas Þór Birgisson frá Sjálfstæðisflokknum. Ég heiti Gylfi Ólafsson, ég er fyrir Viðreisn. Ég heiti Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir og ég er fyrir Samfylkinguna. Og það er að ræða mörg málefni svo að við brýnum fyrir fólki að gefa stutt og hnitmiðuð svör. En við byrjum á bara opinni spurningu. Hver finnst þér vera helst málefnin? Hvað eru íbúar sveitarfélagsins að kjósa? Við byrjum á þér, Svanfríður. Já, ég held að núna séum við að horfa út frá stækkandi samfélagi og við þurfum að horfa til þess að grunnþjónustan okkar haldi í við það, þessa stækkun sem það er. Við erum mikið að einblína á húsnæðismálin og þá leigumarkaðin en auðvitað samhliða því alla velferðarþjónustu og allt slíkt. Gylfi? Já, sko það er náttúrulega koma allir flokka með sína málefnaskrár og undir öllum mismunandi fyrirsögnum. Við erum mjög mikið að tala um skólamálin. Skólinn hér á Ísafirði, grunnskólinn er sprunginn og það þarf að stækka báða leikskólana sem eru hér í Ísafirði. Og það þarf að veita kennurum, ráðrúm og starfsmönnum til þess að sinna sínu starfi vel og gera það með sóma með fagstuðningi og ýmsu öðru. Ég held eins og þegar fólk fer í kjörklefan þá hugsið það hvernig síðustu 4 ár hafa gengið. Við höfum verið í meirihluta og það hefur verið vinnufriður í bæjarstjórninni og að það sé fólk sem að fólk getur, að það sé frambjóðandi sem að fólk getur treyst. Það er það sem ég held að fólk muni láta ráða sína atkvæði í maí. Jónas, hvað snúast þessar kosningar? Já, ég hugsa það snúið svolítið traust, svolítið eftir svona smá skarkala sem var á kjörtímabilinu sem er að líða. Og svo held ég að menn átti sig á því að við erum búin að vera á, ég ætla bara að hrósa þeim sem voru bæjarstjórn núna, við erum búin að vera á kjörtímabilinu þar sem hefur verið menn hafa farið vel með fé og fókusað á að greiða niður skuldir sem er vel því að á hækkandi verðbólgu og hækkandi vöxtum þá kemur það sér mjög vel. Kjörtímabilið undan þá fórum við sem vorum þá í meirihluta í framkvæmdir sem hafa breytt svolítið tekið mótileg bæjarins og stóru auki tekjurnar þannig að afkom bæjarins er búin að vera bara mjög góð og menn hafa nýtt það á skynsamlegan hátt. Nú erum við hins vegar komin á stað þar sem við verðum svolítið að fara að hugsa að bærin sé samkeppnishæfur hvað varðar ýmsa þætti í grunnþjónustinni, hvað varðar skólamál eins og búið minnast á þurfum við að taka til hendinni þar í hvað varðar íþrótta aðstöðu barna og fleira í þeim dúr, svolítið að fara að hlúa að íbúun og það er búið að skapa svigrúm til þess því það hefur verið hlúð vel að málum og hugsað vel hlutina. Sævar, hver eru brýnustu málin í ykkar huga? Það er náttúrulega bara hlúa skólunum, kennurunum og leikskólanum, stækka þá, ekki loka þeim. Og svo viljum við laga stjórnsýsluna svolítið mikið. Okkur finnst hún ekki mjög aðalagandi, sem sagt, ef hún kemur hérna á bæjarskrifstofuna og annars það er í þessu samfélagi. Og bara auka gangstíga og annað og vinna með fólkinu og gera þetta fallegum bæ. Það er ekki flókið. Kristján? Já, það er alltaf gott að vera síðastur þegar það er búið að telja upp svona flest málefni en við erum að líta mikið á að klára þessi miðbæði skipulag og önnur skipulag, það er húsnæðismálin, hvort sem það er leiguhúsnæði eða húsnæði til sölu, við viljum koma þá lóðum á svo verktaka geta byggt þar upp. Skólamálin eru í algjörum fyrirlesni því að grunnskólinn er sprungina, það eru alltaf 6 skólastöður, bara helst sem fyrst. Leikskólamálin þurfum við að fara í að undirbúa stækkun á öðrum hvoru þeirra eða báðum.
Þannig þetta svona stærstu málin, við getum talið upp endalaust að fara í enn frekar uppbyggingu íþróttamannvirkja og annars líkt, en við viljum einnig skoða að bæta almenningssamgöngur sérstaklega á firðina, Þingeyri, Flateyri, Suðureyri og ná að byggja betra traust við litlu þorpin, því að það virðist, samkvæmt ákveðnum skoðanakönnunum sem við höfum séð og annars líkt, að það traust ekki alveg til staðar og við viljum reyna að bæta það. Einmitt, þið nefnið nú flest skipulagsmálin svona einhverju leyti og það eru stór byggingaverkefni á teikniborðinu innan sveitafélagsins. Það hafa spunnist heitar umræður hluti eins og fjölbýlishús á Ísafirði, Kláfup, Eyrarfjall, Baðstað á Hvítasand í Önundarfirði, svo eitthvað sé nefnt. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að ná sátt við íbúa skipulagsmál? Við byrjum kannski á þér núna hérna, Jónas. Við gerum það alltaf bara með góðu samtali og góðum kynningu á það sem fyrir liggur. Við höfum ekki alltaf kannski stað okkur nógu vel í að kynna hlutina nægilega vel. Fengum svolítið í baki núna verkefni með þessa blokkaframkvæmd sem svona tafði svolítið mjög þarfa framkvæmd uppbyggingu á fjölbýlishúsi, en komið á rekspöl aftur sem betur fyrr. En við þurfum að vanda okkur betur í hvernig við kynnum hlutina svo bæjarbúum gefist almennilega kostur á að koma sínum skoðunum og sjónarmiðum á framfæri. Ég held að það sé nú stóra málið. Ég held samt að langt flestir íbúar séu á því að við þurfum að ráðast í nauðsynlega uppbyggingu á mjög mörgum sviðum. Hvað sem það eru íbúarhúsnæði eða skólahúsnæði eða hvað það er. En við þurfum bara að gefa bæjarbúum kost á að taka þátt í samtalinu svo að þetta sé gert í sátt við náttúru og íbúa. Það sé lykilatriði. Og það er vel hægt. Við erum þannig samfélag að ég sé ekki að það er vel að vera hægt. Sævar, hvernig líst Miðflokksmönnum á skipulagsmálin? Það eru alltaf eins og sko, en við viljum fá fleiri blokkir og annað og klára þetta vel og í samstarfi við fólkið. Maður lenti við samræði sem byrjaði í þessu við fólk og það er alveg hægt að semja við fólk, sko. Finna út einhverja lausnir, hvernig við getum gert þetta í samráði við fólki sem býr hérna og við kláfin eða blokkirnar, en við vitum það eins og byggir blokk og það er önnur blokk áætla að byggja hana og hún er í framkvæmd 5 ára seinna, það voru allt vitlaust, sko, en það átti alltaf að byggja þessa blokk þetta niður frá, sko. Það var alltaf vitamál, sko. Þannig að þú veist, þú getur aldrei verið vissum að koma ekkert hús fyrir fram á húsi þetta og býrða svona uppfyllingu. En það er þetta semja bara við fólk og tala við það. Þannig að ég held að það sé bara aðalmálið að gera þetta í sátt og samrindi en það verður aldrei allir ánægðir, það er ekki hægt. Kristján. Það er að höggva hnútinn. Já, svona skipulagsvinna fer náttúrulega bara alltaf í gegnum ákveðið skipulagsferli. Og það fór í gegnum það alveg löglegt ferli, til dæmis sem Jónas er að tala blokkina, það fór í auglýsing og þar getur fólk gert athugasemdir og auðvitað er alltaf kæru leiðir og þær voru nýttar og Ísafjarðarbær hafði rétt fyrir sér, þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að halda löglegu skipulagsferli þar sem að þetta er auglýst og fólki gefið réttur á því að sé sína skoðun og annað slíkt. Varðandi skipulag til dæmis hérna á Eyrinni held ég að sé bara mjög mikilvægt að við höldum svolítið gömlu myndinni. Við séum ekki að fara að reisa ykkur risastóra blokkir eða kassa sem ekki eiga sér skilt við önnur hús í bænum og ég held að það sé mjög mikilvægt og fólkið að við byggjum ákveðið lágreist og í stíl við okkar byggingabíl þar sem það á við, þar sem sólin skín og annað slíkt og við getum þá byggt stærri blokkir og annað slíkt þar sem við erum með þeim. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við vöndum okkur við þetta. Svanfríður, hvað segir þið frá Samfylkingunni skipulagsmálin og er þetta áskorun að ræða þessi mál og rólegum nótum í smærri samfélögum? Verður það ekki svona erfitt? Nei, ég held að það sé bara akkurat mikilvægt að hlusta á allar þessar umsagnir sem að koma inn. Við verðum að fylgja ferlinu, það verður að gefa færi á að ræða málin og akkurat eins og Kristján segir að gæta þess að við séum að halda ákveðinni mynd. En það verður náttúrulega bara, ég held að það sem við gerum helst sé að gera okkar innan stjórnsýsluna til þess að hraða ferlinu þar sem að það er hægt og það sé svona helsta sem við getum gert til þess að bæta þetta. En ég held að akkurat það sé búið að standa vel að því að fara eftir ferlunum og auglýsa allar þessar framkvæmdir vel sem eru fyrirhugaðar. Gylfi, íbúar hafa talað að þeim finnst erfitt að tala gegn verkefnum í bænum þó þau hafi einhverja skoðanir á skipulagi. Hvernig er hægt að ná góðu samtali við íbúa?
Já, akkurat. Sko, það kann að vera að fólki finnist það. Ég hef ekki samt séð að það hafi hamlað því að fólk hafi til dæmis sendt umsagnir inn í skipulagsgátt sem að voru nokkrar við og hafa verið nokkrar við ýmis mál. Ég held að séu rosalega margar áhugaverðar hugmyndir í gangi og við getum gert hérna mjög fallega bæi hérna. Við erum að vinna að aðalskipulagi sem að markar veginn fram og við erum búin að vera á allt þetta kjörtímabil að gera líka svæðiskipulag fyrir Vestfirði, þar sem að við erum búin að ná mjög góðri sátt við hin sveitafélögin það hvernig við viljum, hvar við viljum vera með orku, hvernig við viljum nýta auðlindirnar okkar, hvar við viljum friða og hvar við viljum nýta og bæði laxeldi, námuvinnslu á botni, sjávar, legur raflínu og svona. Við erum búin að vera að skoða mjög áhugaverða kosti að hvernig við getum gert til dæmis pollinn á Ísafirði, ótrúlega skemmtilegt svæði með göngustígum, bryggju út á pollinn og svo framvegis. Það eru líka einkaaðilar sem eru að velta fyrir sér að gera fara í uppbyggingu, Kláfurinn er nefndur, það er líka hótelbygging innar í firðinum og víðar sem hefur verið til skoðunar og ég held að þetta sé bara margt af þessu sumt af þessu fer ekki í gegn, sumt af þessu fer í gegn, sumt af þessu fer í gegn með breytingum og það er til þess sem að þessi ferlar eru gerðir, en það er líka, sko, maður þarf að muna eftir því, sko, þegar það er kvartað yfir því að allt gangi svo hægt, að það er einmitt vegna þess að það þarf að passa að rödd allra fá að heyrast og þessi reynd að taka tillit til þeirra sjónarmiða, en þegar ákvörðun liggur fyrir að þá þarf að vera hægt að framfylgja þeim. Já, og þið myndust líka nokkrir hérna í upphafi á skólamálin. Ísafjarðarbær rekur 5 leikskóla og 4 grunnskóla. Það er búið að samþykkja sameina Tanga leikskólanum hérna á Ísafirði, en það eru ljóst að það eru áskoranir framundan varðandi mönnun og húsnæði samhliða fjölgun í sveitafélaginu. Hvernig ætla oddvitar að tryggja mönnun og komið í veg fyrir að biðlistar lengist? Við byrjum á því Svanfríður. Já, það sem við erum að horfa á þarna er þetta er eina af ástæðunum fyrir að við horfum svona mikið á húsnæðismarkaðin. Okkur finnst það erfitt fyrir fólk að koma inn. Það er lítið af húsnæði sem að kennarar hefðu aðgengi að sem hefðu kannski áhuga á að koma til bæjarfélagsins. En sömuleiðis þá er bara búið að fjölga rosalega mikið í barnahópnum á svæðinu sem er mjög ánægjulegt og við þurfum að byggja nýjan leikskóla á Eyrinni. Og það er eitthvað sem okkur finnst þurfa að setja í forgang í byggingu varðandi skólana. Já. Kristján? Já, sko, ef þetta lengingu leikskóla þá er nú er þetta bæjarstjórn búin að tryggja sér færanlegar einingar sem að verða nýttar á meðan við erum að finna bestu lausnina á því hvaða leikskólar er hægt að stækka, hvort er að byggja nýjan eða annars slíkt. Þannig ég á ekki vona á því að við sem að fara að lengja biðlista, heldur á ég mest vona á því að sem flestir komist inn líkt og það hefur verið áður. Þannig ég hef ekki áhyggjur af því á meðan þetta en það er forgangsatriði að byrja þessa umræðu hvort það er að stækka Sólborg, hvort það er að stækka Eyrarskjól eða að stækka Báða og eða á að byggja nýjan og hann þyrfti ekkit endilega verið á Eyrinni, hann geti verið inn í Holtakverfi eða þar sem búa mjög mörg börn eða innar í firðinum. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af lengun biðlista á meðan að þessu verður, sko. Sævar, eru miðflokksmenn með framtíðarlausnir í leikskólamálum? Ég á ekki börn svo sem á þessum aldri, sko, en ég hef áhyggjur af þessu með menn í vinnu sem fá ekki leikskólapláss og svona og ég skil ekki þegar að tala um byggja leikskóla og þeir að fara að loka einum, sko, sem er 100 milljónum eða 200 fyrir nokkrum ára síðan í. Ég fatt ekki alveg af hverju, sko. Þú getur keypt einhver einingar og sett með en þú kemur ekki öll að krökkunum fyrir. Það er ekki hægt. Ákveðu halda með bara ekki áfram og saminur undir annan og notan og mér finnst það bara upplagt, sko, að halda áfram og klára þetta. Og þegar það eru komin einhver rosa flottu leikskólinn þá lokum við þessu með það þarf. Og stækkum skólan eða hvað það er. En mér finnst ekki komið tími til að loka leikskóla. Sorry. Jónas, ert þú með svör við þessu? Já, hvað skal segja, við náttúrulega, við erum að loka, það náttúrulega verið að loka Tanga að deildinni en á móti er að koma færanlega stofur við báði hinn leikskólana þannig að ég veist að plássum sé ekki að fækka þurr upp í staði, ég ger ekki ráð fyrir því, ef ég hef rétt tekið eftir þá er leikskóla plássum ekki að fækka, alls ekki. Og það er grundvallaratriði. Við vorum með og lengi vel þá vorum við að koma inn, lengi vel, einhvern tíma allavega vorum við að koma frá 12 mánaða aldrei inn á leikskóla sem er frábært og auðvitað er það eitthvað sem við eigum að stefna að
og hérna við munum þurfa að ráðast í stækkun eða viðbyggingu á leikskóla eða gera nýjan leikskóla sem við þurfum bara að gera í rólegheitunum. Við byrjum á grunnskólanum og svo þurfum við að skoða leikskólamálin. En við þurfum líka að bæta aðstöðu hérna kennarana. Það ekki síður brýnt til þess að hérna almennt séð leikskólum er það atriði sem það að hlúa aðstöðu kennara, leikskólakennara og leikskólastarfsmanna allra. Og hérna þannig að vellíðan sé tryggð hjá starfsfólki eins og við best getum. Ég held að það sé ekki síður brýnt. Leikskólan okkur eru frábærir og svo hérna ég get alveg séð fyrir mér ef við lendum í einhverju millibili þar sem við erum í vandræðum með að börn komist inn í hérna, ég sem vil meina frá 12 mánaða aldri að þá sé ég alveg fyrir mér að við gætum í einhverjum tilfellum boðið upp á heimgreiðslur til þess að brúa bili einhvern ákveðin tíma sem gæti auðveldað einhverjum. Það til fólk sem getur verið hluta til í vinnu heima og gæti þá nýtt sér það eða fólk sem væri með au pair eða eitthvað slíkt sem gæti nýtt sér þann möguleika en við eigum klárlega að stefna því að vera með frá 12 mánaða aldri, ekki spurning, þá vera okkar metnaður númer 1, 2 og 3. Hvað segir þú, Gylfi? Já, sko, þetta rosalega mörg og flókin viðfangsefni sem hérna. Við erum í stækkandi hérna árganga og það þörf á að stækka grunnskólan, það hefur verið hérna nefndastörfum sem hefur verið að skoða ýmsa möguleika og það þarf fyrst að skoða hérna, breiðu myndin og svo þarf að velja ykkur að kostu og halda áfram að vinna með það. Þannig að við erum komin aðeins áfram með það verkefni. Það kann að hljóma skringilega eins og Sævar leggur þetta upp að við séum hérna, í vandræðum með skólahúsnæði en að loka leikskóla á sama tíma og ástæðan fyrir því sem ég held að sé ágætt að ég ræði aðeins hérna, að Tangi sem sagt 5 ára deild sem á stofna hérna fyrir nokkrum árum til þess að brúa ákveði bil sem að þá var. Tanga var ætlað að vera svona millibil, milli leikskóla og grunnskóla, átt að vera hálf samþætti úr grunnskólanum. Svo grunnskólinn svo aðþrengdur og það eiginlega ekki pláss fyrir sko, hluta af Tanga inn í sérstaklega í mötuneytinu. Árgangarnir sem að koma inn á Tanga eru of stóri til þess að geta tekið á móti þeim. Þannig að þá hefðu við þurft að fara að skera í sundur árganga sem var ekki heppilegt og faglega voru of mörg börn sem fannst óþægilegt að skipta leikskóla 4 ára og svo aftur eftir 1 ár á Tanga til þess að fara upp á leikskóla. Þannig að það hljómar utan frá séð ekkert skynsamlegt að loka leikskóla og vera þá komin á þennan stað. En ég held að þetta sé skynsamlegra og það sem að gerist líka að þegar að reknir eru 2 öflugir leikskólar í staðin fyrir 3 þá nýtist mannauðurinn betur. Og hérna það mikil mannekla í leikskólanum. Við erum með talsvert færri af menntuðum leikskólakennurum heldur en var og við þurfum að fara vel með þá og það gerum við með því að þeir séu á stærri og öflugri einingum. Við erum búin að vera núna síðustu mánuði að vinna nýrri menntastefnu og voru svo fundir hérna svo mjög áhugavert að fara á Flateyri og Suðureyri og Þingeyri og Ísafirði þar sem maður heyrði, þar sem maður komi foreldrar og kennarar til þess að ræða málin við okkur og þessi menntastefna komin aðeins langt en hún verður sennilega ekki staðfest fyrir en í upphafi næsta kjörtímabils þannig að nýjir bæjarfulltrúar geta þá sett sitt mark á það og svo hef ég staðið fyrir því að það verði haldið menntaþing fyrir alla Vestfirði 8. júní þar sem að einnig þessi mál vera til umræðu vegna þess að það sem að ég held að bæjarfulltrúar séu full meðvitaður kannski fólki heima í stofu ekki endilega að bæjarfulltrúar ekki drosalega góðir í að kenna börnum en þurfa hins vegar að búa til aðstæður svo að kennarar geti gert það vel og það þá aðstæður þannig að þessi næga nóga plássi og tími til þess að skiptast úr skoðunum og læra hvernig best að gera það. Einmitt, nú flýgur tíminn, við ætlum að reyna að ná örlitlu í viðbót, sko það eru breytingar í vændum að því leiti að Ísafjarðarlistinn hefur boðið fram síðan 2006 en hingað eru þið komin ekkert ykkar undir merkjum Ísafjarðarlistans. Já, hann hét nú bara Ílistinn af því að Ísafjarðar bæjarlistinn var of klaust, þannig að hann hét bara Ílistinn. En nú þessi staða breytt, hvað þýðir þetta fyrir samstarf í sveitastjórn að Ílistinn sé ekki í framboði í fyrsta sinn í 20 ár? Mér langar að heyra stutt frá ykkur hvaða samstarf hugnast ykkur best og hvernig þið mynduð vilja haga því að ráða sveitastjóra eða mynduð þið vilja taka það að ykkur sjálf? Kannski byrjum bara hérna hjá þér, Jónas. Já, þakka fyrir. Við erum opin fyrir samstarfi við alla aðila.
við eigum öll sameiginlega hagsmuni því að bærinn gangi vel og allt sé að virka eins og best er fyrir alla íbúa. Þannig að við útilokum ekki samstarfinu einasta flokk, það bara ekki að ræða það. Hvað varðar ráðningu sveitarstjóra, þá get ég bara sagt að ég sækist ekki eftir því og við myndum leggja upp með að auglýst eftir sveitarstjóra og ráðin ykkur vel hæfur aðili. Starf sveitarstjóra er flókið og margslungið. Og það bara ráða í það mjög hæfan og góðan aðalega til að sinna því en eins og segi við getum unnið með öllum þessu góða fólki sem í framboði, ekki nokkuð spurning. Og stökkva yfir til þín, Gylfi? Já, samstarf hefur gengið mjög vel núna að þetta kjörtímabil innan ílistans og innan bara bæjarstjórnar og það ekki síst því að þakka að fulltrúar Sjálfstæðis og Framsóknarflokksins hafa verið mjög samstarfsfúsir og traustir. Við göngum óbundin til þessara kosninga núna og erum reiðbúin til þess að ræða við alla þessa aðila til þess að komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu. Bæjarstjóraefni að þá gæti ég hugsa mér að vera bæjarstjóri en það ekki ófrávíkjanleg krafa en það væri, ég held að það væri góð niðurstöða. Svanfríður, vilt þú verða bæjarstjóri? Nei, ég ekki bæjarstjóri efnið okkar, nei. Við viljum bara fá inn hæfan aðila sem að tilbúin í alla þá vinnu sem við viljum leggja á hann. Náttúrulega ýmislegt svona í bígerð sem að maður vill koma í gegn. Hvað var að samstarf við hina flokkana, þá við öll svona bara í starthólunum held ég að fara að kynna stefnumálin út fyrir þessa fundi og mér heyrist við bara öll eiga samleið í ansi mörg og hagur allra bæjarbúa ef að vera áfram gott samstarf inn í bæjarstjórn. Sævar, vilt þú vera bæjarstjóri? Já, auðvitað. Hvað þetta? Ég auðvitað ekki, ef maður það góða kostning og vil ég alveg vera bæjarstjóri. En það ekkert sem eitthvað nöðsynlega. Ég get starfa með öllum þetta fólkið inni og þetta fer bara eftir hvernig kostningarnar fara og hvað marga og ég held að skiptir engum máli fyrir mig, hvort ég bæjarstjóri eða bara áfram það sem ég það skiptir engum máli. Það sáttur. Hvað með samstarf við aðra flokka, Kristján? Já, ég óskefti góðu samstarfi. Eins og það hefur verið sérstaklega. Ég held að ég að klára mitt annað kjörtímabil og stefna á að fara inn á mitt þriðja. Þau hafa verið mjög ólík. Fyrsta kjörtímabil var pínulítið argaþras og óreiða. Seinna kjörtímabilið teljum við í Framsókn höfum náð að breyta pínulegu pólitísku landslægi og vorum tilbúin í minnihluta að vinna að góðum málum sem voru góð mál og ég held að samstarfi ár hafi verið síðasta kjörtímabil hafi verið einstaklega gott og það sé líka ástæðan fyrir því hvernig reksturinn gekk og hvað við náðum miklu framgengt. Þannig að í rauninu óska ég bara eftir góðu samstarfi. Við höfum örstuttan tíma eftir og við ætlum að taka eina hraðaspurningu í lokin. Ísafjarðarbær fjölkjarna sveitafélag. Það hefur borið á því að íbúar minni byggðakjarnana finnst þau bera skarðan hlutaborði. Í einni setningu að minna, Svanfríður, hvað hyggist þið gera til að tryggja jafnfræði í sveitafélaginu? Við viljum endurskoða hvernig íbúalýðræðið fer fram og gera það í góðu samstarfi við þau hverfafélög sem eru til staðar. Gylfi? Já, það þarf að efla hverfisráðin enn frekar, mögulega að breyta fyrirkomulaginn á þeim en þetta alveg rétt að það þarf að gera betur í þessum málum. Já, við teljum að þurfi að efla hverfisráðin en jafnframt sé ég fyrir mér að ég sem kjörin fulltrúi myndi líka sinna kjörnunum betur, fara betur út í kjarnana og tala við fólki reglulega, ekki bara kortir í kosningar. Það hefur stundu verið bæjarstjóri, hefur stundu farið gegnum tíðina en ég sé fyrir mér að leiðtogi í kjörin leiðtogi ætti að gera það líka til þess að vera í góðum tengsli við kjósendur þar líka, ekki bara sem hún býr sjálfur. Sævar, hvað vill Miðflokkurinn gera fyrir litlu byggðirnar? Litlu byggðirnar bara Ísafjarður bær líka og við þurfum alltaf að hugsa það alveg eins og okkur og sjáum að það sé allt jafn gott hjá þeim eins og okkur og náttúrulega að tala við fólki og vita hvernig þetta gera það. Ég svo sem ekkert ferðast og skoða hvað hvar en við verðum náttúrulega geta jafnræðis á alla. Það bara svolítið. Kristján? Þetta aðalega bara snýst traust og samskipti og ég held að við þurfum bara að bæta það, traust og samskipti. Við töluðum fyrir heimastjórnin fyrir síðustu kosninga, það hlaut ekki brautagengi á þessu kjörtímabili. Við erum ekkert afhuga þeirri hugmynd en þetta snýst að styrkja þá annarkvort fara í heimastjórnir eða styrkja þá
þau hverfaráð sem eru og taka upp traust og styrkja það trú og það samband. Já, við komumst ekki lengra með málunni sinni en við þökkum ykkur fyrir komuna og við kveðjum hérna frá Ísafirði.